Veröld dýranna í sjónum, svo nálæg okkur en samt svo framandi. Ætli það sé hægt að temja fiska eða mynda við á tengsl eins og við gerum við dýrin upp á landi. Hér er kafarinn að hæna sér myndarlegan steinbít sem lúrir tortrygginn í holu sinni. Þá kemur forvitinn marhnútur aðvífandi enda freistandi góðgæti í boði hér. Hann er fallegu fiskur marhnúturinn og sundfimur. Í þetta sinn verður bitinn hans. Erlendur Bogason kafari reyndi það fyrst á þorskinum í Þistilfirði hvort hægt væri að gefa fiskum úr lófa sér. Þetta gekk ótrúlega vel en þorskurinn heldur sig í torfum þannig að það er ekki gott að mynda tengsl við einstaka fiska af þeirri tegund. Steinbíturinn er því leyti heppilegri, meiri einfari. Erlendur er farinn að þekkja steinbítinn vel og sér fljótt hverja er hægt að leika við og hverja ekki. Þetta sér hann á andlitsfallinu, augunum, háttalaginu. Já, þetta er kafarinn sem áður hlóað bændunum sem þóttust þekkja kindurnar sínar í sundur. Nú þekkir hann sjálfur steinbíta í sundur. Þegar fiskurinn er orðinn vanur návist kafarana er hægt að bjóða aðkomuköfur að gefa líka. Það fer vaxandi að fólk komi til Íslands til að kafa og að gefa villtum fiski er ævintýri sem fæstir gestakafarana hafa reynt áður. Merkilegt að fiskunum skuli ekki standa nein ógn af þessari stóru svörtu skepnu sem gefur frá sér loftbólur reglulega. Fyrir óvana er steinbíturinn miklu ógnvænlegri en þorskurinn, skiljanlega kannski. Margar ferðir og margar tilraunir þarf til að lokka steinbítinn, en svo fer hann smám saman að þekkja kafarann og treysta honum, kemur þá út úr holunni á móti honum og gerist jafnvel aðgangsharður. Steinbíturinn er með heila höfuðkúpu og sterka kjálka, þannig að hann getur brotið skeljarnar sjálfur, en það getur þorskurinn ekki, þannig að hann fagnar ekki síður þessari þjónustu kafarans. En þótt þorskurinn sé meinlaus getur verið varasamt að láta hann koma of nálægt andlitinu á sér. Þorskurinn hefur margar litlar en flugbeittar tennur sem kafarinn fékk að kenna á einu sinni. Takið eftir hvernig blóðið lagar úr vörum kafarans. Enginn er hræddur við þorskinn en það skelfir ferðamennina svolítið þegar steinbíturinn nálgast með sínar beittu tennur. Það er hins vegar svo að steinbíturinn er ekki svo gjarn á að bíta. Þorskur hefur hins vegar bitið stykki úr gúmíinu á munnstykki kafarans.